Jó, fyrirfram hefur kannski þegið 1 stig en við erum hundfúlir með þetta eins og þetta endaði. Já, ég alveg sammála því. Við náttúrulega fyrirfram eins og þú segir, hefði verið mjög sáttir með 1 stig en úr því sem komið var þá einum fleiri og 2-1 yfir þá erum við gríðarlega svekktir. Við vorum búin að sjá alveg fyrir okkur 3 stig. Þannig að við erum mjög svekktir svona. Þessi leikur, við vorum bara betri aðilinn í þessum leik svona á lengstu kafla. Já, ég sammála því. Þóttum við verið 1-0 undir í hálfleik þá fannst við eiga miðjuna sem gerði það að verkum að við fengum 2-3 tækifæri og vorum bara hreinlega óefnir að klára það ekki. Maggi komst niður fyrir og var óefinn. Hann var kannski búinn að sjá hann inni aðeins og snemma og síðan í hotspinnu þá bjargaði þær á línu og mér fannst við bara að vera sterkari í fyrri hálfleik og síðan hélt þetta bara og síðan bara gríðarlega ákvæmt að við höldum haus í seinni hálfleik og gefum bara í, finnst mér. Þú félst við inn í fyrri hálfleik, var það eitthvað víti? Mér fannst það að vera víti sko. Það renni löppinni á mig og ég dett. Ég reyna að standa aftur upp og tek svona aðra dífu. Ég held að það hefði svona gert útslag hver hann dæmdi ekki en hann dæmdi í seinni hálfleik. Við komum alveg í seinni hálfleik og tökum yfir leikinn í raun og veru? Já, við vorum bara, eins og ég segi, við vorum betra liði, bæði fyrir og seinni hálfleik og bara gríðarlega sáttum með stígandan í öllum leiknum. Þú veist, svona eins og þú segir, fyrirfram þá hefði við verið sáttum með 1 stig en úr því sem komið var þá voru við bara mjög ósáttir á einu stigi. Þú nær að skora, komin í gang? Já, vonandi, það bara, þú veist, 1 leikur í einu. Ég ákvað að koma bara aggressífur í leik og bara sáttum með þetta. Það verður bara Skagi næst, það ekki bara, það verður yfir núna móti KR í þessum töluorðum, þannig að það verður hörku rima? Já, það þú veist, nú förum við bara undirbúku fyrir þann leik og endur á morgun í hádeginu og förum að gíra okkur upp í næsta leik. Takk fyrir það, Jón. Takk fyrir. Já, segir ekki jákvætt að við séum fúlir með að hafa ekki tekið öll stíg? Jú, ég getur sammála því. Við vorum betra lið í þessum leik á lengstum köflum. Já, ég er virkilega ánægður með strákana. Menn komu mjög grimmir og mér fannst við vera yfir í baráttunni gegn Stjörnunni sem að þó eru þekktið fyrir að vera með það í lagi. Og það var kannski lykillinn að því að við náðum svolítið yfirhöndin í leiknum og vorum heilt yfir betra að mínu mati. Hvaða væntingar gerðu þið fyrir leikinn? Fyrir leikinn ræddum við það að það væri gott tækifæri fyrir okkur til þess að ná í 3 stig og við komum til þess að ná í 3 stig. Ef við leggur þetta saman fyrir mót þá kannski þetta sætta sig við 1 stig og erfiðum út í velli en bæði með hvernig við lögðum hlutin upp og hvernig leikurinn spilaðist þá vil ég fá 3. Fyrsta markið sem þeir skoraði svona gömulsaga ný hjá Fylki að menn eru einbendingarlausir í föstu leikadröðum stundum? Já, svona soft aukaspyrna fyrir utan teig og svona menn ekki alveg klárir, lekur í gegnum pakkan boltinn sko, þannig að bæði mörkin eru náttúrulega mjög ósáttu við, þau eru bara gríðarlega ódýr. Víti sem að þurfti aldrei að verða víti en var víti, þannig að við erum að gefa bara 2 mörk ódýrt og við getum svegt okkur á því. Nýju mennir Írinn var sterkur í vörnin og svo kemur Finnur Ólafsson með mjög góð innkomu líka. Já, eins og ég sagði síðast, hópurinn er bara að þéttast verulega og Andri Þóra auðvitað líka. Og Andri kemur inn í þetta og þetta er bara að líta betur og betur út og við erum vaxandi, við erum stærri hluti leiksins sem að við erum í lagi í dag heldur en síðast og ef við getum bætt hún á það, þá kvíði ég engu. Stutti Björgólfur ekki fúsa? Styttist, hann er komin í smábolta og það styttist í hann. Ég hitt hann upp í stúku á hann og hann var að gera sér vonir þriðjudaginn. Hann er búinn að gera sér vonir í síðastliðin mánuðum að detta inn og auðvitað vonum við allir að hann detti inn sem fyrst en við þurfum bara að vera skynsamir og vinna áfram. Hann er á fínu róli og við erum bara í þeirri vinnu að koma honum í gang. Ég þori ekki að nefna henni dagsningu en það styttist í hann. Fer Finnur að vera klár í heilan leik? Já, hann þoldi núna hálftíma þokkalega vel þannig að það er bara góður vöxtur á því. Við sjáum hvernig skrokkurinn á hann verður næstu daga og hvort hann verður klár í eitthvað meira á þriðjudaginn. Þeir menn sem byrjuðu síðasta leik, Stjáni valdi Ásgeir Örn upp í stúku í dag. Já. Meiðsli? Já, þeir verið báðir stífir eftir fyrsta leikinn og ég tók það ákvörðun að það væri skynsamara að passa upp á þá og hafa þá ferskari næstu daga heldur en að risikera því að láta þetta fara alveg. Þeir eru svona báðir alveg á nippinu frekar tæpir.
Ásgeir Eyþórs kemur inn í vörninni í dag og spilar að mínum að þið frábæla. Sammála, rosalega flottur leikur hjá honum og heilt yfir strákarnir bara, ég ánægður með þá heilt yfir. Það var bara góður leikur, menn voru tilbúnir í þetta, tilbúnir í slaginn, gáfu allt og vorum yfir í baráttunni og það var sem við ætluðum okkur. Þannig að þeir sem kom inn stóðu sér flott og allir sem voru hann inn á, mjög ánægður með þá. Það er ekkert að væli yfir þessum velli hérna, stundum verið að grenja yfir hinum vellin? Nei, og ég heyri ekki annað en strákunum sem er mjög ánægður með hann og þannig að þetta lítur bara vel út. Þannig að hin liðin þurfa ekkert að óttast þegar koma hingað? Nei. Við getum sendið skilabóð. Það er bara þannig. Skagamenn næst, þeir eru síðast yfir sig yfir á móti KR núna, þannig að það verður alveg slagur í Árbænum. Já, Skaginn náttúrulega bara með frábært lið og við verðum bara að vera tilbúinir í þann leik að því er ekkert að bakka neitt þegar við erum komnir á stað með þetta svona, við þurfum að bæta í og ef við ætlum að fara að tína fleiri stig þá þurfum við að bæta ofan á það sem búið er og það er planið. Við erum taplausir. Við erum taplausir ennþá, við erum að halda því áfram. Það er flott, takk. Bjarni, 2-2 jafntefli á Stjörnuvelli, hvað getur við sagt eftir svona? Sáttir með stigið, tökum því fagnandi en syrgjum hinn tvö sem að mér fannst við hafa tapað í dag. Við töpum 2 stigum. Já, við vorum bara svolítið klaufar, komast í 2-1 og ákveðum að pakka bara restina, það var lítið eftir í staðinn fyrir að reyna að halda okkar leik áfram og þú veist, það varð okkur að falli með einhverja trukka þarna voru að dælinn háa boltanum og 1 klaufalegt víti og þá verið 2 stig farinn. Bæði mörkin mjög svona klaufalegs eðlis. Já, fyrra markið alveg sérstaklega, það var bara röð af vitleysu eiginlega. Bæði, þetta var mjög soft aukaspyrna, þú veist, framhjá manninum á nærsvæðinu og 1 pot og hann er 1 og 4. Bara, þú veist, þetta er svona mark sem maður vill skora en ekki mark sem maður vill fá á sig. Það var ekkert sérstaklega mikið að gera svona með hvað maður hefði kannski getað búist við? Hjá þér í markinu? Nei, þetta var bara ósköp rólegt. Þannig séð, maður hefur svona bjóst grimmari. En við vorum bara eiginlega drullu góður í dag. Við mættum bara tilbúnir og mér fannst við eiga þessi 3 stig skilin. Hvernig finnst þér að koma á Stjörnuvöllinn? Ég kom hérna í fyrra, þá var ég meiddur, fylgdist með. Þetta er bara stuð, frábær völlur, besti gerfi grasvöllur sem ég hef spilað á. Eiginlega bara frábær völlur og gott að spila á hann. Við hefum ekkert yfir gerfugrasi svona kvarta? Bara alls ekki neitt. Það var líka búið að tala svo mikið um þetta glæsilega gras, það sé svo fínt og eitthvað svona. Það var aldrei tilfinningin að maður væri að koma að spila á gerfugrasi. Heldur bara á glænýju, þú veist, góðu grasi. Gamla gúmmíinu? Nei, það er náttúrulega, það er ekkert spes, það gras, en þetta er algjör draumur. Er umræðan það búið að snúast við? Já, er það ekki? Það er gaman að koma þetta. Þetta er bara frábær völlur og maður dundar hann svona og bara út um allt. Ekki á Fylkisvöllum samt, en alla hina, þú veist. Þá spilaðu nokkuð marga leiki á svona grasi? Já, þetta er bara fínt. Þetta er ekkert að þessu. Svo að vera að gefa þig blóm fyrir leik? Nei, ég fekk ekki blómin. Ég var að gefa blóm. Þú ert svona gjafmildur? Já, ekki ég heldur knattspyrnudeild Fylkis gaf Stjörnunni blóm til óskaðum til hamingju með nýja völlinn og bara hvað þeir eru miklu toppnáðungar. Þannig að þú áttir ekkert í þessu? Ég færði blómin. Keyptir þið ekki? Ég borgaði hlut í þeim. Það? Nei. Ég afhendi þau, það er þú veist, var í frontinu, ég fæ hrósið. Gaman að vera fyrirliði? Það er mjög gaman. Stjáni náði stíg á heimavelli, ég næði stíg á útivelli, ég hlýt að vera á undan næsta leik sem fyrirliði. Tökum undir það. Þú gerir þá kröfu á að vera fyrirliði í næsta leik? Já, klárlega. En má ég segja að Stjáni er toppnáungi sko, hann á þetta alveg. Maður bakkar hann upp þegar. Finnst það hann fínn? Hann er ágætur, svona í hóp, ekki einn. Ekki inn á vellinu? Hann er ágætur inn á vellinu, menn ekki ef þú ert í kannski langur bílferð með honum eða eitthvað svona, þá er hann mjög erfitt. Góður í hófi? Hann er góður í hófi, það er rétt, mjög góður í hófi. Næsta verkefni Skaginn heima? Já. Ekki bara tilhlökkun? Það er bara, jú, það verður bara stuð. Skagaleg? Já, hvernig fórum þeim í kvöld, vitið það? Þeir eru að spila, bara sjáum til. Byrjaði 8. Yfir á móti KR síðast? Já, við erum að bara
Heimaleikur eða ekki? Já. Kannski bara komum við niður á jörðina? Já, ég held að það sé best. Í lautinni, 3 stig, klárlega. Við þurfum aðeins að fara að segja stig. Við erum búin að eiga 2 mjög góða leiki þannig, allavega seinni hálfleik á móti Keflavík, heilt yfir góður leikur í dag. Stöndum upp með 2 stig sem við erum bara drullu ósáttir með og við ætlum bara að fara að segja meira. Það var engin lautaferð hjá Skagamönnum á þriðjudaginn? Nei, blóðudauði. Blóðudauði, það er ekki maður fær það vanalega ekki í lautaferð? Nei, nema á Fylkisvellinum. Ef þú ætlar að koma með einhver liðandi þá er það blóðudauði. Appelsínu gult blóð? Já, ef þú ætlar að koma og stela einhverju úr lautinni þá, þú veist, þá er það bara vesen. Takk fyrir.